Þá erum við stödd á landnámssýningunni Reykjavík 861 +/- 2 í hjarta gömlu Reykjavíkur. Sýningin byggir á fornleifarannsókn sem fór fram á árunum 2001-3 og meðal þess sem að hér fannst var skálarúst frá 10. öld sem ákveðið var að varðveita hér á staðnum og gera aðgengilega og svo var búin til hana sýning hér allt í kring. Efni sýningarinnar byggir á fornleifarannsókninni og sagnfræðilegum rannsóknum sem fram hafa farið og tengjast landnámi Íslands og hér er reynt að varpa ljósi og líf þess fólks sem að fyrst flutti til Íslands og byggði hér og þráttur að hún sé nokkuð fræðileg eða vísindaleg þá vonum við að hún sé auðskilin og skemmtileg. Hér stöndum við áhugaverðasta hluta sýningarinnar. Hér er veggjabrot sem að meðal elstu mannvistarleif á Íslandi. Þetta veggjabrot er talið hafa verið hlaðið fyrir svokallað landnámsöskulag. En það er aska sem kom úr Torfajökulssvæðinu, gosið þar, og hefur verið tímasett til ársins 871 með skekkju upp á 2 ár. Og þaðan kemur nafn sýningarinnar, Reykjavík 871 +/- 2. Þó svo að sýningin fjalli fornleifar og meðal annars elstu mannvistarleifar á Íslandi, að þá er nýjasta tækni notuð til að miðla sögunni. Hér eru margmiðlunarborð, gagnvirk og allskyns skjáir þar sem fólk getur sóst sér fróðleik þessa sögu landnáms Íslands og fólksins sem bjó hér á fyrstu árunum.